Vopnafjörður er einn fárra staða á Íslandi þar sem hákarlaveiðar eru ennþá stundaðar af fáeinum sjómönnum og handtökin eru að sönnu jafn fálmlaus og örugg og lýst var í kvæði Jakobs Thorrensen. Hákarlaveiðar hafa verið stundaðar við landið aldir og hér í eina tíð var hákarlinn eingöngu veiddur vegna lifrarinnar sem brædd var í lýsi og notuð sem ljósgjafi og skepnunni sjálfri hent. Á síðari árum hefur þetta svo snúist við. Hákarlinn er hirtur og þurrkaður í hjöllum og borðaður sem hver annar hátíðamatur á þorranum. Hákarlaveiðar í dag eru að sínu auðveldari en áður fyrr þegar sjómennirnir veiddu þann gráa á opnum árabátum og allra veðra var von. Þá fórum við bara á árum vegalengdina, fórum bara með 4 menn og 4 árar róandi. Vorum töluvert lengi á hverri ferð, töluvert lengi. En eftir að vélarnar kom til sögunar, þá var ekki litið á það, þá var það bara farið lengri vegalengdir og styttri tími sem fór í það. Það var ekki nokkurt lag á þessu. Það dytti engu þetta í hug í dag. Í þann mund sem sjómennirnir eru að gera klárt og leið á þorskveiðar, sem er það sem Vopnfiskútgerð byggir á, eins og svo víða annar staðar, er Guðjón Guðjónsson hákarlaveiðimaður í þann mund að leggja upp með sjópoka sinn og byssu að vitja hákarlalínur á báti sínum Sæljónunum. Þetta er 7. árið í ár sem ég stunda hákarlaveiðar. Fór að vísu það sem bolli með föður minn, hann var á hákarli líka. Kynntist þessu náttúrulega fyrstar. Fyrst var ég með smábát, mjög lítinn, kringum 20. Og svo fékk ég nokkur seinna annan bát og þá gekk nokkuð vel. Og svo núna síðan bátinn sem ég hef venjulega verið á þessu, hann er seldur núna. Þannig ég er búinn að vera við þetta svona í 40 ár. Ég fór fyrstu ferðina með pappa þegar ég var bara peyji. Og ég maður það að ef maður fekk ekki að fara með þá lá maður oft greinandi í fjörunni. Þegar ég voru að fara á illa bátnum út í. Það var svona kappi mann að komast með. Ég hef meina aldrei gert annað að læfinu veiða sko. Maður hefur lifað á því og maður sé bara ekki veiðimaður í sér einhvern veginn. Það var oft erfitt að fá að fara með kallinum, en þegar maður fekk að fara með honum þá var það vel þannig að hafa með að beita svona einhverju sem honum fannst leiðandi að koma náð sjálfum og maður gerði það fyrir hann þá. Það var þá kettir eða hundar eða eitthvað sem var með. Ég legg línurnar 6 hljómur utan Bjarnarey. Það er svona cirka 80 mílur hérna á höfninni. Ég er svona 3 tíma í góðu. Og ég er með 2 línur yfirleitt. Og á hverri línu eru 10 krókar, þannig að þetta eru 20 krókar sem ég er með í sjó. Ég reyna að vitja einu sinni í viku. Helst ekki sjaldan, en það fer nú svona allt eftir veðri. Það líður stundum lengur á milli, 10 daga kannski. Fyrst þegar ég man eftir þessu sem barn, þá voru kallarnir, þá voru þeir með línurnar bara hérna rétt sunnan við bökurnar, hérna inn í firðinum. Áttu þá bara litla báta sem voru teknir upp daglega, því hafnarskilyrði voru hér engin. Þetta var nú þægilegt að hugsa þetta hérna því við horfðum á bólfæri hérna rétt að heiman frá okkur.
Og þegar kom brá upp hjá bóluna, þá hljóp fellir og sagði að fara við djum. Þá var komin hákarl í það ef við skulle eiga við línu. Svo var þetta almennara, það fóru fleiri að stunda þessa veiðar og hafnarskilyrði bötnuðu og það var verið að þá fóru menn að leggja hver fyrir utan annan og svona. Það var, menn héldu að hákarlinn stoppaði gjarnan við fyrstu línurnar og þetta færðist hér út úr firðinum, út fyrir Bjarnarey aðalega. Og allt sem voru á héraðslóð og við stundum hákarlaveiðar á Litlu-Trillinu þessari sunnan miðja héraðslóða. Og það var ansi langt að keyra það. Og mikill munur eða var þegar við vorum að stunda fyrst veiðar hérna bak við Bökurnar, vorum ekki nema bara nokkra mínútur að róa þetta á árabát. Nei, við viljum bara koma hérna á náttinu, við erum að skoða hérna til. Nokkri bóttar hérna til. Já, það er vel, ég er bara í seinna. Þeir fengu eða fyrir okkur árum, þá fengu mennir hérna svona 20 hákarla bara á kannski 3 mánuðum. Og svo þetta bara, ég núna síðustu 5 árin, þá þetta búið að minnka alveg geypilega mikið og farið bara niður í ekki neitt. Ég búinn að fara 20-30 sinnum núna. Fyrir þess að 3 hákarla. Ég bara á einum sumar bara. Það er nú allir óskupin. Manni grunar að þetta sé bara þurfa að vera bara dýpra. Því að togararnir sem eru á grálúðu, þeir fá aðarlega hákarlinn, þeir toga dýpst. Þetta er búið að dragast hérna saman upp á við landið, svona samhliða því bara, gegnum árin. Ef spekulurum í sögunni, þá var veitt svo mikill hákarl hérna í gamla daga. Veitt alveg óhemju mikið. Nú, það var alltaf nógur hákarl. Það er ef að mála sér veitt meira núna, þá togararnir séu fáta, sko. Þarna er orðin einhver breyting á bara, sko. Það er svo margt sem kemur til greina, sko, sem við getum ekki neitt sagt Guðjón er kominn á staðinn á Sæljóninu, þar sem hákarlalínurnar eru. Þetta er í fyrsta skipti sem hann vitjar á þessu ári og í fyrra og hittið fyrra fékk hann hákarl í fyrstu umvitjun, svo hann er vongóður núna. Guðjón byrjar á því að taka inn belginn sem merkir staðinn þar sem línurnar eru. Hann er með 2 línur sem liggja á 170 metra dýpi. Það er rösklega klukkustundar verk að draga línurnar og Guðjón beitir hvern krók upp á nýtt leið og hann dregur inn, svo línan sé tilbúin til lagningar þegar allir krókarnir 10 eru komnir upp. Beitan sem Guðjón notar er saltað selspik sem hefur reynst honum ágætlega á undanförnum árum, þótt hver hákarlaveiðimaður hafi sína skoðun á hvað hákarlinn taki helst. Það var gömul trú og hefur vafalaust verið rétt að hákarlinn rynni verulega á lyktina og þá var lagt mikið upp úr því að hafa sem allra sterkasta lykt af beitunni, úldin sel, reykt hrossakjöt
það heyrðist sögur að einn og einn hefði farið með kamarfötuna með sér og svona, en þá erum við nú að fara langt aftur í. Þá erum við nú að fara langt aftur í tímann. Eftir að Guðjón hefur dregið inn fáeina króka sést glittíðan gráa í sjónum. Þetta virðist vera stór hákarl, á að giska 15 til 16 fett og ennþá lifandi þótt hann hreyfi sig hægt og lítið. Guðjón krækir í hákarlinn með ífærunni og dregur hann upp að bátnum svo hann geti skotið hann. Slæðist innan stóru hákarl, svo missir maður náttúrulega alltaf hann stærsta. Ég misti hann stærsta út af vindfelli hérna, einu sinni var einn á og gekk mjög illa alveg. Svo þegar upp kom þá hékk annar hákarl á hinum, sko, hann var ekki á línunni, hann var bara glefs í hann og hékk á honum upp. Svo þegar ég ætlaði að fara að grípa ífærun og gogginn þá sleppti hann og fór. Hann hefur sjálfur stæðstur af þeim öllum. Hákarlinn er mjög róleg skepna við eiga. Og alls ekki hættulegur þó hann sé nú dálítið ógnvænlegur í útliti. Það reynist vera annar hákarl á hinni línunni, svona álíka stór og sá fyrri og Guðjón bindur hann aftan í bátinn og líkur við að beita upp línurnar og leggja þær að nýju. Í þessu starfi þá er mjög áríðandi að vita alveg hvenær maður beitti upp síðast og þá fylgist maður með svona heppilegum tíma til þess að beita upp. Maður spekular beita fyrir straumana, sko. Það var svolítið kappsmál hjá þessum köllum að við fengið hrestu hákarlana, eðlilega. Það var svolítið gaman að því þegar menn voru að bíða eftir á bryggjónu þegar voru að koma að. Voru kannski allir út í einu. Það var svona verið að miða við að hver gengi minnst, hvaða bátur gengi minnst upp á. Það var mest aftan í honum. Og sumir fóru að leika það að keyra bara rólega. Það var ekki með neitt. Það var búið að bóka þá í landi að þeir væru með eitthvað óhemju aftan í sér. Siglingin í land hefur tekið 6 klukkustundir eða helmingi lengri tíma en siglingin út, enda er Guðjón með 2 fullorðna hákarla aftan í sælunum. Í landi gerir Pétur Nikolásson klárt fyrir skurðinn á hákarlunum. Það er hann sem brýnir hnífana fyrir Guðjón og fleiri hákarlaveiðimenn þegar svo grái gefur sig. Það er alveg með hann eins og hina ef þeir eru í vandræðum. Æ, það býtur svo illa rétt með hnífinn og það er nú að draga þau fyrir mig aðeins. Og þá er bara þetta, ég veit ekki hvort það á að kalla að greiða sem eða hvað. En undirrótin er svo að koma nálægt þeim mannunum sem er að veiða. Það er staðreyndin sem ræður ríkjum.
Þeir eru stórir þessi stærstu og alltaf jafn spennandi að skoða innan í þá. Hákarlinn er alæta og étur allt sem hann kæft í kemur. Það ber nú að vísu mest á ýmsum fisktegundum í honum. Svo er alltaf með ein og ein hýsa og selur í hálfu og heilu lagi. Svo kryddar hann matseðli með allskyns rusli sem hann finnur. Niðursuðudósum, vatnsfötum, netafloti, kúlum og því um líku. Sjáðu hvað hann er étið. Og hérna hefur hann bitið í hann sko, á hann kynntúnum. Það er farið hérna eftir tennurnar á honum. Hákarlarnir vógu hvorum sig 1 tonn og þegar Guðjón hefur skorið þá í sundur setur hann stykkin á vagn og fer með þau í frystiklefann þar sem hann geymir hákarlinn til haustsins. En það verðist vera eftirspurn eftir matnum þegar í landi komið eða aðeins komið. Það er alveg á hreinu enn í dag, jafnvel enn í dag. Þó sömur, og ég verður að láta það fylgja með það, sömur veit ekkert hvað þeir eru að biðja þegar þeir biðja hákarl. Bara hreint ekki nýtt, það er stórt að það búið sér en það er sannleikur. Eiga hákarl, það er svakalega góður gjaldmiðill fyrir greiða. Það er kannski mennsur er ekki eitthvað hingað og þangað sem að maður er að leita til og redda hinn og þessu sko. Vilja svo ekki taka fyrir það en sko að senda þeim hákarlsbeit sko, það er eins og þeir hafi himinhöndum gripið sko. Það er svo, virkar svo margfalt. Þeir fá góða beitu sko. Þetta er ekki svo, alltaf svo gott að fá. Nú, þessir fiskar saman, þeir gera svona 200 kíló af verku hákarli og hérna ég sem klefa geymi þá í svona 1,5 mánuð. Tek á það út og þýð þá upp aftur og set þá í kössinu. Guðjón er á leið í hjallinn sinn að líta á hákarlinn sem hefur legið í köss síðan í september en munnmælasögur segja að hákarl verði ekki verulega góður nema þessi mýið á hann í kæsingunni. Já. Ég hef nú ekki prófað þetta sko. Það hefur aldrei verið mýið á hákarl nema það óviljandi, svo ég veit til. Nei, þetta er þrifamennska í kringum þetta sko. Þarf að vera það sko. Nú er ég búinn að hafa hann í kossunum í 25 daga og farga á honum, steina. Þannig að nú á hann að vera orðinn vel kæstur og hæfur til þess að hengja hann upp. Í gamla daga var hákarlinn kæstur með því að grafa hann í fjörukamp en í dag er hákarlinn hafður í trékossum. Þegar hann er svo tekinn úr kössinni er hann skorinn í hæfilegar beitur sem eru svo hengdar upp í hjallinu.
Góður hákarl er bara virkilegt salgæti. En hákarl á ekkert saman nafnið. Og menn vilja hafa hann svo misjafnan. Sumir vilja bara þunnan hákarl, glæran. Það er þessi hákarl sem kemur þá kviðvöðunum. Og þegar hann hangir lengi þá verður hann bara glær í gegn. En svo er aftur hákarl sem að verkast, hann morgnar. Hann er bara, ef þú skerð hann, þá er hnífurinn loðinn alveg hvítur og loðinn af hákarli sem er bara svona mjúkur. Hann verður, það líkur við að sé hægt að sleikja hann upp. Það kallast þá skýrmorginn hákarl. Og ég vil persónulega hafa hann svoleiðis. Helst geta svona sojan í mig. Hann er hann góður. Það er mjög góð lykt á honum núna. Þáttur að vera nú kannski heldur kalt á tímanum. Og ef það verður þurrkur núna í 1-2 vikur þá verður hann orðinn góður í desember. Faðir minn hann veitir nú hákarl og verkaði í mörg ár og ég lærði nú bara eina af honum, hann kendi mér. Þetta svona gengur svona í erfðir eins og maður segir frá föður til sonar. Hákarlaveiðar hafa ekki verið stundaðir hérna nema bara með öðrum veiðum, sko. Þetta er ekki nógu öruggt. Þetta er mest svona til ánægju. Mér líst frekar illa við þetta næsta sumar. Það virðist alltaf vera minnkandi hákarl á þessu ári. Maður er að fá þetta svona 2-3 ári. Þetta er ekkert orðið. Þú aðalega hræddur það ég er alveg eftir að hverfa. Því miður. Jú, ég held ég var að hætta þessu. Ég held. Já, þó veit ég það ekki. Það fyrir bara eftir hérna. Það fyrir eftir bara lífi og heilsu. Það er svo sem allt í lagi að hérna dunda við þetta, sko. Skiptir ekki máli þannig að maður getur, sko. Maður er svo alltaf að vona svo sem að þetta breytist aftur og aukist og komi hákarl að nýju. Og það getur alltaf skeið, sko. Ég held að hákarlaveiðar eigi ekki framtíð fyrir sig, ekki á sama máta og áður var. En það virðist þurfa mikið fyrir því að ná í hákarl nú. Línur hafa legið lengi og liggja bara alltaf úti, sko, og ég er hugsað þetta. Og það kemur ekki hákarl aðeins sinni, hann bara rétt stöku sinnum. Já, það eru 3 ár síðan ég lagði hákarlalínu síðast og þá var árangurinn enginn og var hefur ekki tímt að fórna tíma frá öðrum veiðum í þetta núna síðustu árin. Ég er bara með þetta svona handa sjálfum mér, þessar veiðar, til eiga handa mér og mínum. Hákarl. Svo mér nægir einn hákarl, sko, það er ekki það. Sjálfsagt er einu mánuð fyrir hákarl næsta sumar því að það er mjög spennandi að eiga við hann. Það gerir þetta alveg orðið bara fyrir ánægjuna. Þetta var veigamikill þáttur í lífsafkomu þjóðarinnar á tímabili. Það er söknuður í því. Þetta er veislumatur og þetta er ákveðin hefð sem tengist þessu. Já, það er söknuður. Það er vont að þetta leggst af. Lokapunktur og jafnframt hápunktur hákarlavertíðarinnar er þegar viðskiptavinirnir ganga með Guðjóni Hjallinn og velja sér beitur sem Guðjón selur eftir vikt á rúmar 1000 krónur kílóið.
Já, komin og lítið maður. Viltu ekki? Nú, best að kíkja á þetta, er það ekki? Jú, nú var að velja þér eitthvað bara. Já, já. Já, þá var nú að velja sér beitingu og það er nú það. Já, mikið anskot hér að fýta þetta árið. Já, menn langar bara ekki að smakka á þessum? Jú, þakka þér fyrir. Endilega. Ekki þar fyrir þetta er alltaf jafn góður hákarl hjá þér. Alveg ljómandi góður. Salla fínt. Já, Guðjón, ég er ákveðin í að taka þessar. Já, þið líst vel á það. Já, mjög vel. Og allt sé svo ekki vissar að panta hjá þér eftir smávegis fyrir næstu jól. Jó, maður verður með línu næsta sumar en maður á hann aldrei vísa.